erum stödd hér í fyrrum húsnæði hins íslenska Reðasafns sem flutti frá Húsavík til Reykjavíkur fyrir 3 árum síðan. En nú aldeilis að færast líf aftur í húsið því hér verið að undirbúa stofnun glænýs safns, ekki satt, Örlygur? Jú, þetta sýning könnunarsögu sem við erum að með hérna. Þetta svona hugmynd sem búin að vera í kollinum á mér síðan 2009. Ég fékk hana fyrst á en hef ekki látið af henni verða. Svo setti ég tók hlut af þessu viðfangsefni fyrir 2011 sem kannski liggur næst mínu áhugasviði. Æfingar geimfaranna sem fóru til tunglsins hér í Þingeyjarsýslum. Og í sumar kom einn þeirra og heimsótti mig og hvatti mig áfram að bara fara alla leið með þessu hugmynd og hér ég komin. Og sem sagt að setja á fót bara hreinlega safn? Já, það verður semst ég ætla að taka fyrir könnunarsöguna, í rauninni alla söguna í heild sinni í svona tímaás en gerum síðan ákveðnum þáttum en sérstaklega skil hér á veggjum þessa hús sem á sér langa sögu. Þú talar geimferðir en það verður meira heldur en bara geimfarar hérna, það verður fleiri könnuðir. Já, það verður hér meðal annars tökum við fyrir náttúrulega landkönnun víkinga sem náttúrulega stór þáttur í okkar sögu hér á Íslandi og það verður farið yfir sögu kapphlaupsins á pólana sem virkilega spennandi saga. Nú, í kjallara hússins verður svona sýning könnun hafsbotna og það nú dálítið merkilegt að því við sækjum upp á við og út á við í könnun nú til dags en kannski minna og leiðinlega lítið á hafsbotnana sem að þeir nú 70% af okkar eigin plánetu og að miklu leyti á kannaðir. Þetta verður sem sagt mjög fjölbreytt. Þetta stórt svið sem þú ætlar að dekka. Það alveg óhætt að segja það. En allt far sem ég sett niður fótinn á þessu sviði, það alltaf eitthvað áhugavert. Þetta virkilega áhugaverð saga á allan hátt og gaman og í rauninni hugsa ég að maður myndi vilja hafa miklu fleiri veggi til þess að hengja upp myndir og sögur tengdar þessu öllu. En þetta líka svona viðbót við það sem ég að gera hér á Húsavík. Húsavík alltaf að vera vinsælli og vinsælli ferðamannastaður. Og markmið mitt í þessu að þetta verði safn sem verði rekið á heilsársgrundvelli og þá ég að vinna í því núna og það gengur ágætlega, að reynast að fjármagna það að þetta geti starfað allt árið og það náttúrulega fyrir virkilega stórt og mikið safn sem safnahúsið á Húsavík og svo náttúrulega sýningin í Hvalasafni, þannig að þessi sýning hér svona viðbót við það. Geturðu nefnt dæmi hvað verður hægt að sjá hérna? Hvaða muni verður með? Já, hér fyrst við erum í þessu herbergi og þetta nú svona það rými sem lengst á veg komið. Ég eins og ég segi, hef sett þetta upp áður. Að ég að fá að utan núna frá Bandaríkjunum geimfarabúning og hann verður hér og ég veit að sérstaklega krakkar hafa gaman að sjá svona fyrirbæri. Og þeir verða reyndar 2, annar verður mannaður, mun vera gangandi hér þannig að fólk getur helsað upp á svona gervi geimfara þar og en hinn verður hér flottari búningur hér til sýnis. Þannig að þú ert að sækja svolítið af þessum geimfaramönnum út? Já, meira og minna alveg. Það eru hér, ég með muni sem eru í eigu Íslendinga, meðal annars Kára Jónassonar, hann kynntist tunglförunum og þeir gáfu honum matráveldi sín og það hér ég líka með veiðarfæri sem Neil Armstrong gaf ungum manni sem nú bóndi á Helluvaði við Mývatnssveit. Svo verður hér til sýnis tunglsteinn sem samvegn íslensku þjóðarinnar. Hann hefur því miður ekki verið til sýnis, hann sem sagt varðvettur í Náttúrufræðistofnun Íslands og hann verður hér til sýnis og gríðarlega verðmætur og sjaldgæfur gripur. Nixon Bandaríkjaforseti gaf Íslendingum hann 1972. En kannski svo við bara rifjum þetta aðeins upp að það kannski ekki allir sem vita að það voru einmitt æfingasvæði geimfara var hér á Íslandi við Öskju á árunum 65–67. Já, og mér finnst þetta auðvitað merkilegt, þessi saga stórmerkileg og að það að við eigum þennan þáttíðinni finnst mér bara vera algjör gjöf fyrir okkur hér á svæðinu og eigi að vinna meira með. Og ég veit að nú verið að skoða til dæmis það að hanna ákveðna rútuferð, það sem verið farið með fólk þetta svæði og ég fagna því að fleiri taki þetta mál upp mér. Við finnst það svona kannski því hafa lítið verið gefin gaumur í fjölda ára og sérstaklega núna það nú kannski ekki mörg ár í það að þeir verði meira með allir fallin frá sem að fóru þarna upp að fólk svona kannski áhugi mikið að vakna á þessu aftur
og Kínverjar voru að senda lítinn bíl til tunglsins bara núna fyrir nokkrum vikum síðan og stefna á mannað far 2020, sama með Indverjana og svo horfa margir lengra, þannig að þetta könnun geimsins bara rétt að byrja. Og þú sem sagt á fullu bara við að vinna að því að gera allt klárt hérna og hvenær á safnið að opna? Safnið opnar 10. maí, þá verður hér opnunarhátíð. 10. maí, við mætum þá. Takk fyrir það.